Í gær fór fram fyrri keppnisdagur á Evrópubikarkeppni landsliða sem fram fer í Skopje, Norður-Makedóníu helgina. Ísland vann sér inn 11 verðlaun og í öðru sæti í stigakeppninni með 222 stig, 8 stigum eftir Serbíu sem með 230. Fyrstu verðlaun dagsins komu hjá Hilmari Erni Jónssoni sem varð annar í sleggjukastinu þegar hann kastaði 72,43 metra. Í stangarstökkinu sigraði Hulda Þorsteinsdóttir með miklum yfirburðum, þrátt fyrir það að vera að fá lánaðar stangir þar sem stangir íslenska liðsins skiluðu sér ekki. Hún stökk hæst 3,60 metra. Í 400 metra grundvalhlaupi fékk Ívar Kristinn Jasonarson silfur þegar hann kom í mark á 52,56 sekúndum. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir kom önnur í mark í 100 metra hlaupinu á 11,58 sekúndum. Aníta Hinriksdóttir kom einnig önnur í mark í 800 metra hlaupinu á 2 mínútum og 6,16 sekúndum. Þriðju silfurverðlaun Íslands í röð komu svo hjá Þórdísi Evu Steinsdóttir þegar hún hljóp 400 metrana á 56,33 sekúndum. Ásdís Hjálmsdóttir kastaði lengst allra keppenda í spjótkastinu og fékk gullverðlaun með því að kasta 57,04 metra. Í 1500 metra hlaupi fékk Hlynur Andersson silfur þegar hann kom í mark á 3 mínútum 49,29 sekúndum. Og í 300 metra hlaupinu fékk Andrea Kolbeinsdóttir brons þegar hún var þriðja á 9 mínútum og 47,66 sekúndum. Þessum fyrri keppnisdegi lauk svo frábærlega þegar báðar boðhlaupssveitir Íslands fengu gull í 4x100 metra boðhlaupi. Kvennasveitina skipuðu Andrea Torfadóttir, Dórótea Jóhannesdóttir, Agnes Kristjánsdóttir og Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir. Tími þeirra var 45,81 sekúnda. Karlasveitina skipuðu Juan Ramón Borges, Jóhann Björn Sigurbjörnsson, Kolbeinn Höður Gunnarsson og Ari Bragi Kárason. Þeir komu í mark á 40,44 sekúndum sem er aðeins 4 sekúndubrotum frá Íslandsmetinu. Keppni hefst aftur á eftir klukkan 1 að íslenskum tíma. Og hægt er að fylgjast með mótinu í beinni útsendingu á netinu.